Það sem megináherslan að veita íbúum eins góða þjónustu og kostur á. Skólaþjónusta Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu auglýsti nú í október í kjölfar skipulagsbreytinga stöðu framkvæmdastjóra byggðasamlagsins. Tvær umsóknir bárust stöðuna. Að loknum viðtölum og mati á umsækjendum ákvað stjórnarráð að starfandi félagsmálastjóra Svövu Davíðsdóttur í stöðuna. Staða hjúkrunarforstjóra dvalas- og hjúkrunarheimilisins Kirkjuhvols var auglýst í október. Umsóknarfrestur var til 31. október. Tvær umsóknir bárust stöðuna. Ráðningarfyrirtækið Interlecta heldur utan og stýrir ráðningarferlinu fyrir hönd sveitarfélagsins. Verið að vinna úr umsóknum og vonast til að niðurstaða ráðningu liggi fyrir sem fyrst. Sveitarstjóri og oddviti hafa átt fund með fulltrúum umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins vegna uppbyggingar nýs bílastæðis við Skógafoss í samræmi við gildandi deiliskipulag frá 2018. Nauðsynlegt að ráðast í þær framkvæmdir sem fyrst og hefja þar gjaldtöku til að fjármagna uppbyggingu svæðisins. Mikilvægt að verkefni verði undirbúið vel þar sem margir aðilar koma að málinu, svo sem eigendur jarðarinnar, auk Rangárþings eystra, sveitarfélög Rangárþing ytra, Ásahreppur og Mýrdalshreppur og Skaftárhreppur. Mikil uppbygging hefur átt sér stað í sveitarfélaginu á síðustu mánuðum. Ásókn í lóðir undir íbúðarhús og atvinnuhúsnæði hefur sjaldan verið meiri. Hafin vinna við undirbúning útboðs gatnagerðar fyrir 3. áfanga Hallgerðartúns. Vonast til að hægt verði að úthluta lóðum í þeim hluta á vormánuðum. Einnig hefur sveitarfélagið hafið vinnu við áframhaldandi skipulagningu á athafna- og iðnaðarsvæði. Við úthlutun lóða hefur verið farið eftir gildandi reglum sveitarfélagsins þar Vegna mikillar eftirspurnar lóðir hefur komið í ljós að nauðsynlegt að endurskoða þær reglur með tilliti til skýringa á mörgum þáttum. Sú vinna stendur yfir og unnin í góðu samstarfi við nágranna okkar í Rangárþingi ytra, en þar hefur sama staða verið uppi og því tilvalið að samræma reglur og vanda til verka. Hreinsunarátak sem sveitarfélagið hefur staðið fyrir á óúthlutuðum lóðum sínum við Ormsvöll og Dufþaksbraut gengur vel. Flestir þeir sem haft hefur verið samband við eða séð birta auglýsingu verkefni hafa sýnt því góðan skilning og brugðist við með því að fjarlægja muni, tæki og annað efni á svæðinu. Verkefnum lýkur í þessari viku með því að hringrás mun hreinsa svæðið og koma efni til endurvinnslu. Einnig öðrum íbúum sveitarfélagsins boðið upp á að nýta ferð hringrásar á svæðið ef þeir vilja koma ónýtum bílum og öðrum málmum til endurvinnslu. Vinna við yfirstandandi framkvæmdir, til dæmis leikskóla og gatnagerð í miðbæ ganga vel og á áætlun. Starfsmenn sveitarfélagsins nú í óða önn að dusta rykið af jólaseríum og öðrum skreytingum sem byrja verður að setja upp í lok nóvember. Stefnt að því að kveikt verði á seríum jólatrésins á miðbæjartúninu þann 24. nóvember næstkomandi. Undir þetta ritar Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri Rangárþings eystra. Já, þá við komin í annan lið. Fyrirgefðu Lilja, viltu? Já. Lilja hefur beðið orðið undir fyrsta lið. Gjörðu svo vel. Og aðrir góðir fundarmenn, takk fyrir það. Og ég vil bara þakka fyrir greinargóða minnispunkta. Það mjög gott að fá þetta svona í upphafi fundar.
Mér langaði aðeins að forvitnast þarna dagskrárlið varðandi ráðningu hjúkrunarforstjóra. Ég fagna því að þeirri vinnu var flýtt. Mig langar að spyrja hvenær viðtöl við umsækjendur verði tekin og hverjir muni sitja fyrir hönd sveitarfélagsins í þeim viðtölum. Takk. Takk fyrir þetta, Lilja. Viðtöl hafa þegar farið fram. Mig misminnir ekki var það síðasta föstudag og viðtölin fyrir hönd sveitarfélagsins var það Anton Kári og Árný Hrund. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir fyrsta lið? Ef svo ekki, þá ætla ég að grípa tölvuna mína hérna. Og þá förum við í annan lið dagskrár, það er erindisbréf nefnda 2022. Í kjölfarið á endurskipulagningu stjórnsýslu sveitarfélagsins og nýrri nefndaskipan hefur verið unnið að nýju með erindisbréfum fyrir nefndir sveitarfélagsins. Erindisbréfin voru tekin til umræðu á 303. fundi sveitarfélagsins, lögð eru fram erindisbréf skipulags- og umhverfisnefndar, markaðs- og menningarnefndar, heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefndar, fjölskyldunefndar og ungmennaráðs. Eru einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum lið? Rafn, gjörðu svo vel. Takk fyrir Oddviti, það eru þetta gestir. Ég er hérna aðeins með vangaveltur varðandi þessi erindisbréf. Við tókum þau fyrir hér á síðasta fundi, ekki rétt með mér. Og hérna gerðu nú fulltrúar B-lista einhverjar athugasemdir við það og niðurstaðan var að fresta málinu og vinna betur. Ég er ekki efnislega að gagnrýna erindisbréfin. Mér finnst hins vegar þau eins og þau eru lögð fyrir núna, er verið að leggja þau niður núna fyrir okkur til samþykktar. Bleik skrifuð og með alls konar athugasemdum og blöðrum á kantinum. Ég hefði viljað sjá vinnulagið á þessu öðruvísi. Það er það sem ég er að gagnrýna. Eftir síðasta fund þá hefði ég viljað sjá, það var minn skilningur að athugasemdum yrði bætt inn í bréfið og svo fengi sveitarstjórnarfulltrúar þetta sent og hægt að hafa þetta í skjali þar sem fólk getur lesið yfir og gert athugasemdir. Því að mér finnst þess að þetta er lagt fram núna með athugasemdum og alls konar dóti. Það er svo seinlegt og önugt að fara í þessa vinnu hér inn á fundinu. Ég hefði viljað að við hefðum verið búin að vinna þessa vinnu, annaðhvort eins og ég segi, í gegnum net og annað slíkt, eða þá sveitarstjórn kæmi saman til vinnufundar og við værum að leggja þetta fram svona nokkuð klárt, eins langt og það nær, skiljiði. En annað ekki í bili. Takk. Takk fyrir þetta, Rafn. Ég ætla aðeins að tjá mig varðandi þetta mál. Ég verð nú að vera sammála þessu. Ég held að við höfum ef til vill hlaupið aðeins á okkur með hvernig þetta er lagt fram og svo sem þetta er búið að fara aftur þarna inn til yfirlestrar hjá KPMG en við þurfum klárlega að hittast og ég held að við ættum bara að stefna að því fyrir næsta sveitarstjórnarfund þannig að við getum þá lagt þessi bréf fyrir þar sem búið er að taka út þær athugasemdir sem hafa komið fyrir og búið að samræma þau að fullu. Eða einhverjir fleiri sem að vilja tjá sig, Sigríður Katrín Björnsson. Fundarstjóri og aðrir fundamenn. Ef mig minnir rétt á síðasta sveitarstjórnarfundi þá vorum við sammála það að
þetta færi til yfirlestrar til KPMG og þeir gerðu athugasemdir og það eru þær athugasemdir sem eru í erindisbréfunum. Og allavega ef ég skildi rétt að þá það lagt fram til kynningar til okkar allra. Takk. Takk fyrir þetta. Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti og aðrir fundarmenn. Ég held að það sé nú alveg réttur skilningur hjá okkur öllum, en ég tek undir, þetta svona svolítið seinleg vinnubrögð kannski og það vissulega búið að taka þarna tillit til athugasemda bæði frá síðasta fundi og eins sem hafa komið áður, þannig að það er pínu erfitt að átta sig á hvað einungis frá síðustu athugasemd og hvað var þegar búið að gera athugasemd við og kannski samþykkja. Þannig að þetta er svona orðið svolítið flækjustig. Ég held við ættum bara að bóka skýrt þetta, sveitarstjórn sé falið núna, það er búið að leggja þetta fram til kynningar, færa inn þessar breytingar, eyða því sem er áætlað að eyða út og þannig fáum við skjalið svona nokkurn veginn tilbúið og kannski örlitla greinargerð með hverju erindisbréfi með svona vangaveltum, hvað hefur komið upp, hvað vantar helst upp á sem við getum þá tekið tillit til í tölvupósti eitthvað fyrir næsta fund. Þannig að þetta verði svolítið svona lokaskjal til þess að leggja þá fyrir nefndir til rýningar svo við getum svo samþykkt þetta. Þannig að ég held þetta séu svona fyrst og fremst kannski vinnubrögðin og hvað þetta er svona svolítið sett í vöfum heldur en endilega þetta sé ekki vel gert. Takk. Takk fyrir þetta. Já, ég held að þetta er svo sem búið að taka langan tíma og svona fyrir mér að þá finnst mér nú svona erindisbréf. Við erum búin að breyta aðeins hjá okkur sambandi við nefndir og annað og ég held að þetta sé eitthvað sem líka þurfi kannski að þróast aðeins, þannig að ég svo sem legg nú til að við reynum bara að klára þessi erindisbréf svona í þeim anda sem að þau eru framkomin núna og eins og Rafn kom inn á að ef að sveitarstjórnarfulltrúar fá þá bara tækifæri til að fara yfir það og staðfesta það, þannig að við getum þá bara gengið frá þeim á næsta og til samþykktar á næsta sveitarstjórnarfundi. Eru fleiri sem að vilja sjá sig varðandi þetta? Já, í rauninni bara þá að sveitarstjóri vinni úr athugasemdum og leggi rauninni bara, já, sveitarstjóri, hann, eins og ég sagði, að honum verði falið að fara yfir athugasemdir, senda sveitarstjórnarfulltrúum skjölin til yfirlestrar og síðan getum við lagt þau fram þá til afgreiðslu á næsta fundi. Ég ætla að lesa upp hérna tillögu að bókun lagt fram til umræðu og kynningar, sveitarstjóra falið að vinna úr athugasemdum senda sveitarstjórnarfulltrúum til yfirlestrar og leggja svo fyrir tilbúin skjöl til samþykktar á næsta fundi sveitarstjórnar. Þeir sem samþykkja þessa bókun réttu upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Ljómandi gott. Þá erum við komin í 3. dagskrárlið fundarins og það mál sem er hér til annarrar umræðu. Það er samþykkt fiðurfé í Rangárþingi eystra utan skipulagðra landbúnaðarsvæða.
og sveitarstjórn samþykkti í fyrri umræðu á 303. fundi sveitarstjórnar samþykkt fiðurfé í Rangárþingi eystra utan skipulagðra landbúnaðarsvæða. Hún er nú komin til seinni umræðu í sveitarstjórn. Er einhver sem vill tjá sig undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá ætla ég að lesa hérna tillögu að bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir samþykkt fiðurfé í Rangárþingi eystra utan skipulagðra landbúnaðarsvæða og leggur til að hún verði auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 4. lið og það er Bjarg íbúðafélag samstarf uppbyggingu leiguíbúða. Á 218. fundi byggðarráðs þann 15. september síðastliðinn fól byggðarráðs sveitarstjórn að vinna að viljayfirlýsingu Bjarg íbúðafélag og úthlutun lóðarinnar Hallgerðartún 49 og byggingu raðhúss á lóðinni. Það er sem sagt lögð fram til umræðu og samþykktar viljayfirlýsing Rangárþings eystra við Bjarg íbúðarfélag. Einhverju sem vilja tjá sig undir þessum lið? Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, aðrir fundamenn, þetta er örstutt, takk fyrir kærlega. Mér langar bara að koma fram að kynningin sem við vorum búin að óska eftir frá Bjarg íbúðafélag sem yrði á næsta fundi, hún hefur farið fram. Þannig við höfum öll fengið góða kynningu frá þeim og held að við getum öll verið mjög ánægð með þetta skref sem verið að stíga hérna og ég bara fagna því að þetta sé komið á þetta stig. Takk. Fyrir. Já, ég tek bara undir það. Þetta er áhugavert verkefni sem er verið að fara í hér og verður gaman að fylgjast með uppbyggingu og vonandi bara spennandi tímum framundan hvað þetta varðar. Einhverju fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Þá ætla ég að bera upp hér tillögu að bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir viljayfirlýsinguna og þátttöku í verkefninu og felur byggðarráði að úthluta lóðinni Hallgerðartúni 49 til Bjargs íbúðafélags. Einnig samþykki sveitarstjórn að veita til verkefnisins stofnframlag að upphæð 21.153.327 krónur. Stofnframlagið er veitt í formi láns og verður endurgreitt að 50 árum liðnum. Þeir sem að samþykkja réttið upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 5. lið. Og það er HS Veitur, endurnýjun samkomulags. Unnið hefur verið að endurnýjun samkomulags milli HS Veitna hf. Og Rangárþings eystra rekstur vatnsveitu og kaup á fersku vatni. Samkomulagið er frá 2016 og töldu aðilar rétt að uppfæra og endurnýja samkomulagið. Kannski aðeins hvað þetta varðar að þetta snýr nú mest að greiðslum, fastar greiðslur hækka og einnig er breyting á grein 6 minnum í samkomulaginu þar sem er rekstur bifreiðar að það fer yfir á tímagjald en var áður fastur föst krónutal. Einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Lilja, gjörðu svo vel. Oddviti, aðrir fundamenn, takk.
Mig langaði bara aðeins að spyrja oddvita í rauninni hvað liggur til grundvallar þessum fjárhæðarbreytingum varðandi sem sagt þá mánaðargjaldið og hins vegar hver verður munurinn á því að skipta úr bara kílómetragjaldi yfir í þennan þessa fjárhæð sem var greidd vegna ökutækisins. Takk. Ég ætla að leyfa Margréti hérna. Takk fyrir þetta Lilja. Margrét Jóna, gjörðu svo vel. Já, takk, oddviti og fundarmenn. Eins og þeir sem hafa setið lengi í sveitarstjórn þekkja, þá hefur verið aðeins halli á rekstrinum á þessari vatnsveitu og sveitarfélagið hefur þurft að greiða með undanfarin ár og það er í raun og veru sá halli sem liggur á bakvið og þannig að samningurinn er að hækka þessi fasti um 5 milljónir og varðandi bílinn að þá svona reiknast mér til með að það sé verið aka 20.000 km á ári sem ég sýnist vera tilfellið að þá séum við líka í raun og veru þá valdi þetta því að við erum að greiða, þetta er eðlilegra gjald fyrir notkun á bíl og hækkar úr 13.000 það bil í 2,5 milljónir. Þannig að ég held að þetta sé báðum til heilla og almennt er bara held ég ánægð með þetta þjónustu sveitarfélagsins við HS Veitur. Takk fyrir þetta Margrét. Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta Margrét. Þetta var akkúrat það sem ég var að leita eftir. Hvort það væri ekki örugglega verið að taka tillit til þess halla sem hefur verið af þessum rekstri en ekki einungis vísitöluhækkunar. Og ég sé að fundamenn hrista hausinn, en það er nauðsynlegt fyrir okkur að vita að það sé ekki áframhaldandi halli á málaflokknum. Ég fagna því að þetta sé komið á þennan rekstur. Takk. Takk fyrir þetta Lilja. Ég vil nú að komið fram að ég kinkaði kolli. Fleiri sem að vilja taka til máls, Elvar, gjörðu svo vel. Háttvirtir góðir fundarmenn, mér langar að spyrja ef að það liggur fyrir hvað við höfum þurft að greiða við aukalega vegna Austurlandsvega notkunarinnar sem rukka fyrir það eru 200 tonn inn í samningnum en við höfum að nota eitthvað 500 eitthvað tonn og annað mér finnst samningurinn, þetta er svolítið hljómar í orðið svolítið skríkilega að tala alltaf Austurlandsvega í samningnum af því hann er ekki til. Takk fyrir þetta Elvar. Margrét, gjörðu svo vel. Já, ég held að ástæðan fyrir þess að ég talaði Austur-Landeyjahrepp sé af því að þetta er byggt á gömlu samkomulagi við Austur-Landeyjahrepp og þetta sé einhvers konar til þess að tryggja það að sé verið að vitna í réttan samning sem upphaflega var gerður. En varðandi hallareksturinn þá hefur verið örlítið mismunandi ár frá ári en ef ég man rétt að var 3,5 milljónir í fyrra árið 2021 og það er enda greitt sérstaklega fyrir aukaverk en þetta hefur alltaf verið einhverjar milljónir á hverju ári. Takk fyrir þetta Margrét. Fleiri sem vilja taka til máls hér. Sigríður Karlsson, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri og fundamenn. Mér langar kannski aðeins að fá, ef ykkur getur svarað mér. Nú er þessi gamli samningur síðan 2016 og hvað er til þess, út af hverju líður svona langur tími að hafa ekki verið endurskoðað fyrr og hækka þá í kjölfarið.
Fyrir þetta, Margrét, gjörðu svo vel. Ég held alveg örugglega að endurskoðun hafi hafist fyrir 3 árum. Svo kom COVID og þetta var alltaf að frestast og gekk illa að ná, fyrir 4 árum, einmitt. Ég var bara nýbyrjuð þegar það var búið að benda á þetta misræmi og þetta frestaðist ítrekað, svo loksins tókst okkur nú að klára þetta. Eða sveitarstjóra á Hafasveitum. En það hefur alveg verið vilji á báða bóga að gera þetta og þetta, þú veist, ég myndi segja samstarfið gangi vel og það hefur alltaf verið skilningur hjá Hafasveitum líka. Og þetta hefur svona, já, en það var bara svona, ég ætla í grunninn segja að COVID hafi ítrekað stöðvað fundir sem var búið að skipuleggja þetta mál. Eru fleiri sem að vilja tjá sig? Þá ætla ég að bera upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir endurnýjun fyrirliggjandi samkomulags við HS Veitur. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að 7. dagskrárlið og það viðauki 3 við fjárhagsáætlun 2022. Á 220. fundi byggðarráðs var viðauki 3 samþykktur með 3 samhljóða atkvæðum og leggur byggðarráð til við sveitarstjórn að hann verði samþykktur. Með breytingu á 20. grein reglugerðar númer 12/2015 var kveðið á að byggðarsamlög, sameignarfélög, sameignarfyrirtæki og önnur félagsform sem með ótakmarkaðri ábyrgð sveitarfélagsins skuli færð inn í sameiginleg reikningsskil sveitarfélagsins miðað við hlutfallslega ábyrgð sveitarfélagsins. Það sveitarfélag skal færa hlutdeild þess í einstökum liðum rekstrar og efnahags óháð stærð eignar hlutar. Og ég ætla að klára þetta í meðfylgjandi viðauka búið að færa inn hlutdeild eftirfarandi stofnana í áætlun Rangárþings eystra fyrir árið 2022. Í A-hluta það Bergrisinn BS, Brunavarnir Rangæinga BS, Héraðsnefnd Rangæinga, Byggðasafnið í Skógum, Tónlistarskóli Rangæinga, Heilbrigðiseftirlit Suðurlands BS, Félagsþjónusta Rangárvallasýslu og Vestur-Skaftafellssýslu og Skólaþjónusta Rangárvallasýslu og Vestur-Skaftafellssýslu. Í B-hluta Sorpstöð Rangárvallasýslu BS og áætluð helstu áhrif á B-hluta rekstrarniðurstaða lækkun 5,8 milljónir króna, aðrar tekjur hækka 239,9 milljónir króna, rekstrargjöld hækka 208,4 milljónir króna, afskriftir hækka 23,9 milljónir króna, fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur hækka 13,4 milljónir króna, fjárfesting eykst 13,2 milljónir króna. Ekki hægt að meta áhrif á eignir og skuldir þar sem í flestum áætlunum samstarfsverkefnanna vantar áætlaðan efnahag 2022. Margrét, vilt þú fylgja þessu máli eftir eitthvað? Já. Glæsilegt, Margrét Jóna, hún tekur til máls. Já, þetta svona mjög tæknilegu viðauki. Tengist kannski ekki mikið ákvörðunum rekstur sveitarfélagsins þetta árið, ólíkt öðrum viðaukum. Við fórum nú nokkuð vel yfir þetta á byggðarráðsfundi. Hann settur fram með fyrirvara það að nefnd á vegum ráðuneytisins sem gerði þessa breytingu á reglugerðinni muni samþykkja það að þetta tellist allt til byggðasamlaga eða samstarfsverkefna. Og það í grunninn nokkrum spurningum enn ósvarað þessa breytingu á uppgjöri sveitarfélaga og það bara svona ágætt að hafa það í huga. Þannig að það getur verið að þegar við gerum upp sveitarfélagið næsta vor að ráðuneyti verði búið að koma með einhverjar ábendingar en
En svona sérfræðingar telja að þetta sé svona sem næst því að vera réttu viðauki og já, þess að ef ég segi þetta eins og mannamáli hvað þetta snýst, þá erum við í raun og veru í staðinn fyrir, hingað til hefur það verið þannig að fjármagn sem við setjum bara ef við segjum eins og inn í félagsþjónustuna, það fer bara á örfáar tölur inn í rekstri félagsþjónustu, inn í þeirri deild, en núna er verið að taka sem sagt alla áætlunina og bæta henni við áætlun sveitarfélagsins. Og það sem við erum að vinna líka með í fjárhagsáætlunum ársins í ár er að þá verði efnahagur og sjóðstreymi og rekstur í öllum þessum byggðasamlögum. Þannig að það þurfi ekki að gera slíka viðauka næsta ári sko. Þannig að þetta ætti að vera svona, verður skýrara. En annars bara ef það er eitthvað spurningar þá. Takk fyrir þetta, Margrét. Einhverjar spurningar varðandi þennan viðauka? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Viðauki 3, viðauki 3, hverjir samþykkja hann? Réttið upp hönd. Hann er samþykktur samhljóða með 7 atkvæðum. Já. Þá er það 7. mál á dagskrá, það er öldungaráð 2022 til 2026. Á 3. fundi fjölskyldunefndar var sveitarstjórn hvött til að tilnefna fulltrúa í öldungaráð Rangárvallasýslu hið fyrsta og tillaga að tilnefna Benediktu Steingrímsdóttur í öldungaráð og til vara Ingibjörgu Marmundsdóttur. Þeir sem að samþykkja það, réttið upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 8. liður, skyttur, óskum styrk til æskulýðsstarfs. Lagt fram til umræðu erindi skotfélagsins Skytturnar, þar sem óskað er eftir styrk til búnaðarkaupa og æskulýðsstarfs. Magnús Ragnarsson, formaður skotfélags Skytturnar, kom á 52. fund heilsu íþrótta- og æskulýðsnefndar, kynnti erindið og var eftirfarandi bókun samþykkt á fundinum. HÍ nefnd leggur til að sveitarstjórn styrki skotfélagið Skytturnar til búnaðarkaupa og fagnar frumkvöðlastarfi sem stjórn skotfélagsins hefur sýnt undanfarin ár. Einhverjir sem vilja taka til máls hér? Þetta erindi, bara svo sem bara þakka skotfélaginu fyrir að hafa sendt okkur þetta erindi. Það svo sem hefur verið á þessu ári er búið að styrkja Skytturnar 500.000 og eins var samþykkt hér áður að veita þeim aðstöðu í kjallaranum. Þannig að það hefur nú verið komið til móts við óskir skotfélagsins en líka jafnframt er náttúrulega verið að vinna að undirbúningi á samningum, að rýna samninga við íþróttafélögin og samræma þá og væntanlega verður þá gerður samningur við Skytturnar eins og önnur íþrótta- og æskulýðsfélög í sveitarfélaginu. Það er allavega sú vinna er hafin. Einhverjir sem vilja fleiri tjá sig. Þá ætla ég að bera eftirfarandi bókun upp. Sveitarstjórn hafnar erindinu eins og Rangárþing eystra hefur nú þegar veitt félaginu styrk á þessu ári og búið að samþykkja gjaldfrjálsa aðstöðu í húsnæði sveitarfélagsins Lilja. Gjörðu svo vel.
takk oddviti og aðrir fundarmenn. Mig langar nú bara aðeins að fá smá svar við spurningu þegar ég sá tillöguna bókun meirihlutans hérna. Mig langar bara að spyrja sem sagt varðandi svigrúmið í fjárhagsáætlun þessa árs í svona styrki, hvort það til staðar eða hvort að sá peningur full nýttur og eins að hve miklu leyti við metum þetta framlag til aðstöðunar. Ég fagna hins vegar líka því að það sé verið að endurskoða þetta styrkja kerfi í heild sinni og við þurfum bara að flýta þeirri vinnu. En mér langar bara að fá svör við þessu áður en ég tek afstöðu til erindisins. Takk. Takk fyrir Lilja. Margrét Jóna, gjörðu svo vel. Fjárheimildir ársins til íþrótta- og æskulýðsstarf hafa verið fullnýttar. Það var gert ráð fyrir, það náttúrulega þessir samningar sem íþróttafélögin eru með og síðan alltaf eitthvað örlítið aukreitis það og það fór að öllu leyti til skipna í vor, 500.000 krónur. Varðandi húsnæði þá það þannig fært í bókhaldi sveitarfélagsins að sem sagt, íþróttafélögin fá afnot af til dæmis íþróttahúsi og þau þurfa ekki að greiða fyrir það en við færum enga síður sem sagt, kostnað og tekjur í bókhaldinu og það bara ákveðin verðskrá á því og af því að aðstæðan sem að skiptarnir að fara að fá náttúrulega ekki í íþróttahúsinu okkar þá bara ekki búið að reikna út sem sagt, hvað það muni teljast til sem styrkur eða sem sagt, en það mun koma. Ég bara ekki alveg með það í kollinu hvað sem sagt, hver tími í íþróttahúsinu kostar telst sem styrkur. Ég bara man það ekki eins og en það bara metið út frá fermetrafjölda og hvernig aðstæðan og hvað kostar það að búa til og svo framvegis. En það vissulega, ég meina það styrkur fólkinu því að fá afnot af húsnæði sveitarfélagsins. Takk fyrir Margrét. Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þessar upplýsingar, Margrét. Þetta einungis bara til þess að við getum gætt jafnræðis til allra og gott að hafa þessar upplýsingar fyrirliggjandi. Takk. Takk fyrir Lilja. Ég ætla að lesa aftur bókunina. Sveitarstjórn hafnar erindinu. Framkvæmdin Eystra hefur nú þegar veitt félaginu styrk á þessu ári og búið að samþykkja gjaldfrjálsa aðstöðu í húsnæði sveitarfélagsins. Þeir sem að samþykkja þessa bókun réttið upp hönd. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 9. lið og það eru sigurhæðir umsókn styrk fyrir árið 2023. Lagt fram til umræðu erindi sigurhæða þar sem óskað eftir styrks til rekstrar sigurhæða. Úrræðis fyrir þolendur kynbundins ofbeldis á Suðurlandi. Einhverjir sem vilja taka til máls hér. Það svo sem liggur ekki alveg fyrir í sambandi við upphæð hvað varðar styrk. Það á eftir að ég best veit að koma svar til sigurhæða varðandi framlag frá sóknaráætlun og já. Þannig að það ekki alveg ljóst á þessum stundu en ég held að þetta hefur verið styrkt og þetta gríðarlega mikilvægt og gott verkefni sem að ég já, bara mikils metið og munum styrkja en kannski upplýsingarnar eins og þær eru núna þá ætla ég að leggja fram eftirfarandi bókun
Sveitarstjórn tekur jákvætt erindið en samþykkir að fresta afgreiðslu málsins þar til upplýsingar framlag frá sóknaráætlun liggur fyrir. Þeir sem að samþykkja það réttið hönd og þetta samþykkt samhljóða. Þá það 10. liður, það félag eldri borgara Sund leikfimi. Félag eldri borgara FEB Rang óskar eftir því við sveitarfélagið að það standi fyrir námskeiðum í Sund leikfimi á Hvolsvelli og Hellu og þetta félagið hefur verið styrkt í gegnum héraðsnefnd þar sem að félagið vinnur á sýslugrundvelli. Þannig að já, einhverju sem vilja tjá sig varðandi þetta. Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti aðrir fundarmenn, takk fyrir. Ég bara að velta fyrir mér þessu erindi. Ég veit ekki betur, eða það var allavega þannig og ég veit ekki til þess að það hafi breyst, en við hér í Rangárþingi Eystra erum með starfsmann eða íþróttafræðing í því starfi hjá okkur að sinna hreyfingu eldri borgara og þar var síðast þegar ég vissi 1 tími á viku sem einmitt vatnsleikfimi bara vegna mikillar eftirspurnar. Ég átta mig ekki alveg á erindi félagsins hvað þetta varðar. Eru þeir að biðja meira en það? Eða ekki vitneskja innan félagsins að þetta sé nú þegar í gangi hér í Rangárþingi Eystra? Þannig að það liggi alveg ljóst fyrir, eða einhver breyting sem stendur fyrir dyrum á þessu fyrirkomulagi hjá okkur? Það væri gott að fá svör við því, takk. Fyrir Sigríður Karólína. Stjóri og aðrir fundarmenn. Ég alveg sammála Lilju, þetta var svolítið svona óskýrt erindi frá þeim. En eins og ég held að ég skilji að það eru tímar í sundleikfimi að vetrin til og það stendur hérna að þetta sé það sé verið að jafnvel að biðja að sumrinu til líka. En ég held að við þyrftum bara að fá nánari svona útlistun á því hvað þau eru að meina. Svolítið svona loðið finnst mér. En spurning hvort við ættum að bara fá að afla meiri upplýsingar þetta. En rétt hjá Lilju, það sundleikfimi einu sinni í viku fyrir eldri borgara. Takk. Takk fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta mál? Rafn, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti. Já, það má segja að vissulega óljóst í þessu erindi, en mér finnst hins vegar í grunninn það verið að biðja sveitarfélagið að standa fyrir námskeiði fyrir eldri borgara. Mér bara finnst það ekki hlutverk sveitarfélagsins. Við erum að styrkja eldri borgara og starfið með peningum og mér finnst það bara mun hreinlegra heldur en að við séum að fara annast svona námskeið. Mér finnst það bara betur komið hjá félögunum sjálfum. Þetta bara alveg eins og við felum styrkjum íþróttafélagið og félögin okkar til að bjóða upp á íþróttir fyrir ungmennin okkar. En við erum ekki að standa fyrir því að skipuleggja það. Þannig að ég hefði viljað hafna þessu. En takk. Já, takk fyrir þetta. Já, eins og ég sagði áðan að þá erum við að styrkja félag eldri borgara í gegnum héraðsnefndirnar og ég teldi bara gott að vísa þessu erindi
þangað þá til frekari vinnslu og afgreiðslu. Lilja, vilt þú taka til máls, gjörðu svo vel. Já, oddviti, það er fundamenn, takk. Já, ég er eiginlega, ég bara er dálítið tvístígandi yfir þessu. Við erum að bjóða upp á þetta nú þegar og greiðum fyrir það í okkar sveitarfélagi. Það verður erindi ef það fer til héraðsnefndar. Erum við þá að fara að nýta okkur að við séum nú þegar að leggja þetta fram eða hvernig ætlum við að henda það þegar það kemur þaðan? Hversu langt er þetta sumarleyfi? Er það 3 mánuðir eða er það 6 vikur eða er það kannski bara samkomulagsatriði eða sko ég átta mig ekki alveg á, ég upplifi dálítið eins og sá sem erindi ritar hafi ekki vitneskju þetta námskeið hjá okkur. Þannig að ég myndi bara gjarnan vilja segja við séum nú þegar að bjóða upp á þetta í Rangárþingi eystra og óska bara frekari þá upplýsinga ef það er eitthvað annað sem var ekki fyrir þeim heldur en að vísa þessu erindi óbreyttu til héraðsnefndar. Takk. Takk fyrir Lilja. Árný, gjörðu svo vel. Oddviti, fundargestir, þetta erindi er svolítið skrítið. Það er eins og að sé ekki alveg samræma milli hvað við erum að gera og hvað Eldri borgarafélagið sé að gera. Kannski þurfum við bara að setjast niður með okkar starfsmanni og láta hann kanna hjá sínu fólki sem hann er að vinna með hvort að þeim vanti meira sund. Af hverju vera að biðja um þetta? Vantar okkur að auka sund hjá eldri borgurum hjá okkur? En við erum að sjálfsögðu með starfsmann í þessu og það væri voða gott ef við hefðum bara samband við hana og könnum hjá henni hvað henni finnst. Það er fyrir að fara í febið. Brák, kannan þar. En ég er alveg sammála Rafni að það er ekki víst að við þurfum að fara að sinna þessu erindi og eigum ekki að gera. Takk fyrir. Já. Það eru margir búnir að taka til máls og ég get svo sem verið sammála öllum margt hvað þetta varðar. Það er kannski skynsamlegast í því ljósi og ljósi umræðunnar að við fáum betri og greinar, skýrari upplýsingar erindið. Og hvað er í rauninni verið að fara fram á. Ég svo sem legg þá til að við munum fresta afgreiðslu málsins og fela sveitarstjóra að afla nánari upplýsinga. Einhverjir sem vilja taka til máls. Ef svo er ekki þá ætla ég að bera upp eftirfarandi tillögu til samþykktar. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins og felur sveitarstjóra að afla frekari upplýsinga málið. Þeir sem að þetta samþykkja rétt við bönd og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 11. lið. Boðum þátttöku, það er aðlögunaraðgerðir vegna loftslagsbreytinga. Sérstök aðgerð hefur verið skilgreind í núgildandi byggðaáætlun 2022 til 2026. Snýr hún að því að móta heildstæða nálgun íslenskra sveitarfélaga að aðlögun að loftslagsbreytingum. Lagt fram erindi Byggðastofnunar þar sem óskað er eftir þátttöku nokkurra sveitarfélaga við að móta aðferðafræði fyrir sveitarfélög til að bregðast við afleiðingum loftslagsbreytinga. Einhver sem vill taka til máls þarna? Þetta er náttúrulega brýnt verkefni að aðlaga okkur öll að loftslagsbreytingum og bara gott frumkvæði að það sé verið að
að vinna að því og búa til áætlun þar sem að sveitarfélögin geta nýtt sér. Já, Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, það fundamenn. Ég tek undir það með oddvita. Mér finnst þetta mjög áhugavert og það veitir ekkert af að setja allan kraft í að huga þessum málum, þannig að ég myndi nú gjarnan leggja það til að við myndum bjóða okkur fram sem þátttöku sveitarfélag og sækjast eftir því. Ég held að það yrði okkur verulega til hagsbóta í þessari vinnu. Takk. Takk fyrir það. Já, þetta eru nokkur sveitarfélög sem verða valin til þátttöku og ég held að þetta sé bara mjög áhugavert verkefni. Þau sem að verða ekki valin aftur á móti að þau geta nýtt sér þessa vinnu sem út úr því kemur til þess að móta þá þessa nálgun að loftslagsbreytingum. Ég ætla að bera upp eftirfarandi bókun hvað þetta varðar. Sveitarstjórn lýsir yfir áhuga og sveitarstjóra falið að tilkynna áhuga að þátttöku. Þeir sem að samþykkja þetta réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 12. mál. Það Bergrisinn, aðalfundur 15. nóvember 2022. Aðalfundur Bergrisins verður haldinn 15. nóvember 2022. Rangárþing eystra á 4 kjörmenn á fundinum og þar eru eftirfarandi tillögur. Einhver sem vill tjá sig áður en ég ber upp tillögurnar? Sveitarstjórn tilnefnir Anton Kára Halldórsson, Lilju Einarsdóttir, Rafn Bergsson, Tómas Birgi Magnússon sem fulltrúa á aðalfundi Bergrisins, til varatilnefnu byggðarráð Árnýju Hrund Svavarsdóttur, Kristínu Baner, Bjarka Oddsson og Guðri Hildstad Ólafsson. Þeir sem viltu gera svo vel, Sigríður, Karolína. Já, fundarstjóri, ég held að almenni hefur verið 4, er það ekki rétt hjá mér? Þeir eru 4. Eru þið 4? Já, ok, fyrirgefðu. Ég bara las villast. Þá hef ég ekkert þetta mál að segja. Takk fyrir. Oddviti hélt með stundarsakir að honum hefði orðið á í messunni en ekki í þetta skiptið. Það svo sem ágætt. En já, þannig að þá bara ber ég þessa tillögu upp til samþykktar, þeir sem hann samþykkja. Hún samþykkt samhljóða. Þá það 13. mál á dagskrá og það eru vegamál í Rangárþingi eystra. Ástand vega Rangárþingi eystra, skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Rætt var ástand vega í sveitarfélaginu, ástandið ákveðið að afla frekari upplýsinga ástand vega og hefja vinnu við forgangsröðun verkefna. Þetta mjög brýnt verkefni og gott að skipulags- og umhverfisnefndin sé að taka þetta föstum tökum og bara mjög brýnt að viðhaldi vega hefur verið ábótavant í sveitarfélaginu lengi og mikil aukning á umferð og ég held að það væri mjög til bóta að fara í að gera aðgerðaráætlun og forgangsraða og reyna að sækja að við fáum einhverjar framkvæmdir hingað til þess að bæta úr. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta. Rafn, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti. Ég svo sem ég velti bara fyrir mér af hverju við þurfum að taka þetta út úr fundargerð skiljiði skipulagsnefndar, því að ég sé ekki að þarna sé nokkur einasta sem að sveitarstjórn á að taka afstöðu til. Því að við vorum bara að ræða þessi máli sem vegamál og ákváðum að nefndin, skipulagsnefnd, að fara í vinnu við þetta.
Þannig ég sé ekki af hverju þetta mátti bara ekki vera inn í fundargerð skipulagsnefndar og þar samþykkt í heild. En ég átta mig ekki alveg á sko hvaða tillögu við erum að fagna því að í mínum huga var ákveðið á nefndarfundinum að fara í vinnu við að greina ástandið til við getum lagt fram tillögur. Takk fyrir. Já, ég held svo sem að við séum kannski ekki að taka fyrir neina tillögu en eins og ég sagði að þá náttúrulega fögnum við því að það sé verið að vinna í þessum málum og það er svo sem sjálfsagt að nefndin bara haldi áfram þessari vinnu og klári hana og síðan verður þetta lagt fyrir sveitarstjórn. Þannig að Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, aðrir fundarmenn, já, ég tek undir með Rafni þarna. Ég furðaði mig á því af hverju þetta var tekið út úr fundargerðinu og sett á dagskrá. Ég spurðist nú fyrir síðasta fund af hverju þetta fyrirkomulag væri komið á aftur, af því við tókum upp fyrirkomulag sem var með þeim hætti eftir við tókum upp One Systems í fundargerði þar. Að þá komu fundargerðirnar með öllum sínum dagskrárliðum inn sem einstakir dagskrárliðir og við tókum dagskrárliðina sem þurfti, takið eftir, dagskrárlið sem snerist ákvarðanir í skipulagsmálum og við í sveitarstjórn þurfum að taka sérstaklega fyrir, þá tókum við þá fyrir undir hverjum dagskrárlið. Það var ákveðið að breyta þessu tilbaka til þess að yrði örugglega ekkert út undan og gott og vel. En ég furða mig á af hverju verið að taka svona dagskrárlið upp, hann má bara vera í fundargerðinni sem verður samþykkt í heild sinni, af því ég rak augun það er annars svona dagskrárliður sem ég finnst líka þarna aðeins neðar á dagskránni einmitt vera þess eðlis að hann hefði bara mátt vera inn í fundargerðinni en ekki tekin út sem sérstakur dagskrárlið. Þetta bara svona spurning vinnum fyrirkomulag eða var þetta bara tekið í heild sinni eða bara þetta sé svona. Ef þetta eitthvað sem á að leggja bara fram til kynningar þá það svolítið gott fyrir okkur sem erum að lesa gögnin og það sé bara hugsunin. Ég veit það ekki, en bara þetta svona til þess að árétta. Takk fyrir þetta Lilja. Margrét, gjörðu svo vel. Já, af hverju þessi dagskrárliður okkur á dagskrá, ég vil nú bara viðurkenna, ég veit ekki af hverju, hann var skipulags- og byggingafulltrúi valdan af nefndarfundi til að setja á dagskrá, þannig ég held að það væri ágætt bara að hann kannski svari sveitarstjórnarmönnum í tölvupósti og ég skal koma því áleiðis til hans. Hvort það hafi átt að fylgja eitthvað meira eða eitthvað slíkt, ég bara ekki alveg viss, en ástæðan fyrir því að af hverju verið að taka út afgreiðsluliði á nefndarfundum, það kemur raun og verið bara í kjölfar ábendinga frá KPMG að það teljist betri háttur í ákvörðunartöku til þess að það örugglega ekki fram hjá sveitarstjórnarmönnum að þeir sé að taka ákvarðanir í og þá sérstaklega skipulagsmálum en auðvitað bara í þeim málum sem það er að taka. En þetta svo bara sitt sýnist hverjum það hvort að þetta sé að flækja málum eða einfalda. En ég held að það sé bara ágætt að ég skal koma því til skipulags- og byggingafulltrúa hvort það sé einhver sérstök ástæða fyrir okkur að þetta mál hafi verið tekið út og biðja hann bara að svara ykkur því. Takk fyrir Margrét. Já, ég held nú, svo ég fá aðeins að leggja orðið belg, að ég held að þetta sé nú ágætt að taka málin svona út en við þurfum kannski bara að æfa okkur og vanda okkur betur. Það má alltaf gera það. Elvar, gjörðu svo vel. Háttvirtir góðir fundarmenn, saman með þetta mál að geti nálega tekið undir það, út af fyrir sig þarf þetta ekki að koma hérna fyrir. Og ég veit ekki alveg okkur endilega það en það er samt engin skaði að því finnst mér. Af því að þetta er náttúrulega mjög mikilvægur málaflokkur og sveitarstjórnarmenn eru ofta að hitta þingmenn og ráðamenn og þetta kemst örugglega oft til tals og það er ekki verið
að mér finnst bara ágætt í raun og veru að þetta komi, þó að það sé ekki neina afgreiðsla, heldur að komi þetta fram í fundargerð sveitarstjórnar. Ástæðan fyrir því að tillagan upphaflega vorum við að hugsa eða ég og fleiri að senda hefðbundna ályktun til Vegagerðar og þingmanna en eftir ágættar umræður þá komumst við að því að það væri kannski bara réttast að fara einu sinni í alvöru greiningu á þörfunum og hvað við viljum gera og í hvaða röð og þannig menn hefðu betri vopn í höndunum. En það sem mér finnst bara er það að mér finnst allt í lagi að þetta komi fyrir það reyndar þarf ekki. Það er ekkert verra. Takk fyrir, Lilja, gjörðu svo vel. Ég væri fundað með takk. Ég reyndar sammála Elvari að mörgu leyti. Þetta er stór málaflokkur og afgreiðsluliðirnir. Ég hef ekkert að gagnrýna fyrirkomulagið, heldur bara, ég verð að segja að það er búið að breyta því og gott og vel, en þá kannski alveg nóg að taka þá liði sem að þarf að taka til þess að dagskráin sé ekki endilega lengri, en þetta er mikilvægur málaflokkur, það er alveg hárrétt og ég sakna þess að við vorum alltaf með þann háttinn á síðasta kjörtímabili að skipulags- og byggingarfulltrúi kom á fundi sveitarstjórnar og gat þar af leiðandi svarað fyrir og fyllt úr hlaði svona liðum sem að var verið að ræða og það væri kannski bara bót að það yrði tekið upp aftur í þessum málaflokki þar sem að við erum að taka ákvarðanir með þessum hætti. Takk. Takk fyrir það og takk fyrir ábendinguna. Fleiri sem að vilja tjá sig hér, Árný, gjörðu svo vel. Skýringin á því, ég vil bara nefna þetta verður áfram og Úlfar Gíslason er byggingarfulltrúi verða á fundunum, en hann er á ráðstefnu í dag. Þannig að þetta er svona upp á fallandi að hann er ekki hérna á svæðinu. Hann situr ráðstefnu. Þeir sem vilja tjá sig hér, ef svo er ekki að þá ber ég upp eftirfarandi bókun. Samþykktar sveitarstjórn fagnar því að nefndin hefji vinnuna og greiningu ástand vega. Þeir sem að samþykkja bókunina réttu hönd. Hún er samþykkt. Oddviti ætlar að gera stutt fundar hér og aðeins að leyfa fólki að standa upp og væta kverkarnar.
komum við hér aftur til fundar eftir fundarhlé og höldum áfram dagskrá þar sem frá var horfið. Næsta mál mál nr. 14, umsögn framkvæmdaleyfi Þorvaldseyri vegsvæði. Katla Jarvangur, Ólafur Eggertsson frá Þorvaldseyri og Rangárþing eystra óska eftir framkvæmdaleyfi fyrir 170 metra löngum göngustíg. Fyrirhuguð framkvæmd staðsett sunnan við þjóðveg frá gestastofu Kötlu Jarvangs og teygir sig í austurátt. Aðalhönnuður Hrólfur Karl frá Basalt Arkitektum. Ekki komu fram athugasemdir við grenndarkynningu. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir veitingu framkvæmdaleyfis og bókun til samþykktar. Hér sveitarstjórn samþykkir veitingu framkvæmdaleyfis. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 15, umsókn framkvæmdaleyfi Hamragarðar fjarskiptamastur. Íslandsturnar EHF óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir uppsetningu á 12 metra fjarskiptamastri í landi Hamragarða samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir veitingu framkvæmdaleyfis fyrir uppsetningu á fjarskiptamastri í landi Hamragarða samkvæmt meðfylgjandi tillögu. Samþykkt með 6 atkvæðum, og situr hjá. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, aðrir fundarmenn. Mér langaði bara þess að spyrja út í þetta og þetta kannski akkurat svona mál sem hefði verið gott að hafa skipulagsfulltrúann. Þetta auðvitað bara, ég skil alveg það þarf að bæta fjarskipti þarna og allt það, en þetta einn af okkar stöðum þar sem einn af okkar fallegustu náttúruperlum. Mér finnst staðsetningin skipta verulegu máli. Ég áttaði mig kannski ekkert almennilega á því í gögnunum hvort að þetta sæist frá fossinum eða hvort þetta truflaði eitthvað útsýni eða eitthvað slíkt. Og gott að fá svör við því áður maður tekur afstöðu til svona máls eða var gerð einhver grenndarkynning eða eitthvað. Ég gerir mér væntanlega þeirra sækjast þetta stað sem í eigu sveitarfélagsins. Mér finnst bara við þurfum að vanda til við akkurat svona mál á þessum stað. Ef það er einhverja frekari upplýsingar þá óska ég eftir þeim hér, oddviti. Takk. Takk fyrir. Elvar, gjörðu svo vel. Oddviti, góðir fundarmenn, við ræddum þetta svolítið á fundinum. Það er nú verst að Úlfar ekki hérna og geti þá mögulega sýnt þetta á korti. En þetta já, í númer 1 á landi sveitarfélagsins. Og númer 2, þetta þarna norðast. Já, þarna kemur þetta. Þið sjáu þetta mynd, þetta alveg norður í Kverkinni. Nokkurn veginn þar sem að vegirnir mætast, nýji vegurinn og gamli vegurinn á leiðinni inn í Þórsmark og þangað. Þannig að þetta svona, en ég algjörlega sammálaði Lilja, þetta þarf að vanda og passa sig. Einhvers staðar verða vondir að vera og það kom nú fram á fundi sem var haldinn í Landeyjum þegar við varum að tala stórt mastur sem þar kom að í raun og veru framtíðin svo að það verði fleiri og fleiri minni mastur. Þetta 12 metra hátt, það 30 metra. Og ég held að það sé engin ánægður með þetta, en við komumst að því að það væri allavega vandfundinn staður þar sem þetta bæði virkar og í meira hvarfi. En þetta í algjörlega hvarfi við Fossinefni. En svona í framhjólinu og í leiðinni, þá erum við á skipulagi heilmikil þjónustumiðstöð þarna og hún ekki alveg á óumdeildum stað og við ættum kannski líka að hugsa það eitthvað.
Takk fyrir. Ég ætla aðeins að fá að skjóta hérna inn í að sammála því að við þurfum að vanda okkur við staðsetningu á svona möstrum. Varðandi þessa staðsetningu þá fyrir mitt leyti allavega tel ég hana ágæta. Hún nálægt fjallinu og ekki í sjónlínu frá Seljalandsfossi. Það ætti ekki að trufla útsýni þaðan. Það slæmt fjarskiptasamband þarna fyrir innan Kattarnef þar sem að mastrið verður í Dalshverfinu og svona upp að Litla-Dímon stópult samband. Þannig að ég veit ekki, kannski hafa menn verið að hugsa staðsetningunni eitthvað út frá því. Lilja, gjörðu svo vel. Já, og þetta aðrir fundarmenn. Ég kannski hafið þið fengið einhverja meiri kynningu á þessu heldur en við núna í þessum gögnum með fleiri staðsetningar sem hafa verið að hugleiða eða eitthvað, eða þar að segja þá ég að tala um skipulagsnefndina. Og ef svo að þá þetta mér frábært að við getum fengið það í sveitarstjórn líka, bara til þess að geta tekið svona afstöðu, voru fleiri staðir ræddir, þetta raunverulega fyrir að bæta sambandi? Ég hef líka alveg heyrt á bændum í Austurlandi að mastrið þar breytti ekki stórkostlega og þegar það kom einhverjum fannst það ekki skipta höfuðmáli. Það vissulega stærra mastur og þurfti að bæta þar fjarskiptasamband. Þannig að við séum örugglega að velja skástastaðinn, kannski enginn góður akkurat þessu svæði og þá með tilliti til líka hvar dauðu punktarnir þarna og með umhverfismálin í huga. Það myndi kannski ekki gera okkur til að fresta þessum einn fund og fá aðeins betri kynningu hvaða staðir komið til greina, þetta skásti kosturinn eða eitthvað annað. Svona, ég myndi óska þessi og það væri hægt. Takk. Takk fyrir Lilja. Elvar, gjörðu svo vel. Fundarmenn varðandi mastrið í landeigum, þá kom það náttúrulega í staðinn fyrir það sem var á turninum á Skipabakka. Og þess vegna batnaði ekkert ástandið að það versnaði heldur ekki vegna þess að mastrið kom í staðinn. Ég held að mastrið hefði ekki verið gott ef það hefði ekki komið. En við fengum, það var ekki boðið upp á, við fengum ekki teikningar eða neitt aðrar mögulegar staðsetningar, en það var bara rætt það að sú umræða menn hafa legið yfir því á að vera út á sandinum, lengra frá, þá lengra vestur frá, eða, það var líka spurt það mætti þetta vera hinum megin norðan við Kattarnefið, en þá það komið í hvarf og ekki lengur í línu við fossinn og það svæði sem á að þjóna. Þannig að við vorum ekki með meiri upplýsingar, en það sem umræða var svo að það væri skárra útlitslega, þetta væri nærfjallin en út á mörkinni. Já, takk fyrir Elvar. Eru fleiri sem að vilja taka afstöðu hér eða tjá sig hvort að þeir vilji fá frekari kynningu á málinu eða taka það fyrir? Árný, gjörðu svo vel. Góðir fundarmenn. Ég alveg sammála því að þarna þarf að vanda rosalega vel. Þetta eru perlurnar okkar og þetta á svona þarna við endan á leiðinni inn í mörkina. Ef að möguleiki að fá betri kynning á þessu, ef það væri möguleika einhver aðrir staðir, þá væri ég fyrir mitt leyti mjög mikið til í það. Því að við tökum ekki tilbaka það sem búið að gera. Þannig að við þurfum virkilega að vanda okkur. Takk fyrir. Takk fyrir. Fleiri sem vilja tjá sig hér? Ég held að það sé nú svona almennur vilji heyrist mér hér að við fáum betri kynningu á þessu og skoðum eftir vill aðra staði eða allavega fáum betri upplýsingar
af hverju þessi staður var fyrir valinu og þannig að ég legg til eftirfarandi bókun, ber hann upp til samþykktar, sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins og óskar eftir betri kynningu á málinu. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Fyrirgefðu, viltu? Já, Viltu? sko, maður bara eitthvað í bókunni, ég bara velta fyrir mig hvort ekki bara betri kynningu, þetta kannski bara, og fleiri útfærslur, skiljið. Já. Möguleiki er á fleiri. Já, ekki bara kynningu, hvað þetta heldur, Já. og ég kom í pontu og segja það. Já, þú eru ekki. Komdu, gjör svo vel Lilja. Já, oddviti, fundamenn, já, mér langar bara að bæta við þessa bókun ef að möguleiki væri á því að það væri þá ekki bara kynning á staðsetningunni eða málinu heldur, sem sagt þá aðrir mögulegir útfærslu möguleikar eða eitthvað slíkt. Ég var alveg búin að segja þetta betur en sætinu mínu. Er þetta komið upp? Að fleiri staðir séu mögulegir. Já, Þetta er staðsetning, önnur staðsetning. allavega, að það verði kannaðir aðrir möguleikar líka. Takk. Ljómandi gott. Þá ætla ég að lesa bókunina upp aftur til samþykktar, sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins og óskar eftir betri kynningu á málinu og hvort aðrar staðsetningar séu mögulega hentugar fyrir fjarskiptamastri. Myndirðu setja mögulega hentugar kannski eða sér hendur. hentugri, flott, þarna styttum við setninguna, vel gert. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins og óskar eftir betri kynningu á málinu og hvort aðrar staðsetningar séu hentugri fyrir fjarskiptamastrið. Þeir sem samþykkja réttu upp hönd, það samþykkt samhljóða. Já, 16. liður, hann fellur út, það var samþykkt í upphafi fundar, það mál var tekið fyrir áður og afgreitt. Þannig að 17. verður þá væntanlega 16. eða ekki í uppfæriðu. Ég er hérna með blöð þannig að ég uppfærist ekki svo auðveldlega. Það þá 16. liður, það landskipti völlur 2. Félagsvöllur EHF óskar eftir að skipta ca. 1,2 hektara spildu úr landi vellir 2 L164207 samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti unnum af Landnot EHF dagsett 25.09.2022. Hin nýja lóð fær staðfangið Vallarhorn, skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og staðfang hinna nýju spildu. Einhverju hér sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar, sveitarstjórn samþykki landskiptin og staðfang hinna nýju spildu. Rétt upp hönd sem það samþykkja. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 17. lið og það eru landskipti, Stórólfsvöllur, lóð A. Stórólfur EHF óskar eftir því að skipta 7,5 hektara lóð út úr Stórólfsvelli. Lóð A samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti unnum af verkfræðistofunni Eflu, dagsett 7.10.2022. Hin nýja spilda fær staðfangið Stórólfsvöllur lóð B, skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og staðfang hinna nýju spildu. Einhverju hér sem vilja tjá sig, þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar, sveitarstjórn samþykktir landskiptin og staðfang hinna nýju spildu. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 18. lið, landskipti deild. Sveinn Þorgrímsson óskar eftir því að skipta ca. 9,3 hekturum landspildu út úr deild L163999 samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti unnum af Adam Hofrits dagsett 27.10.2022. Hin nýja spilda fær staðfangið deild 2
Skipulags- og umhverfisstofnun bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd, fyrirgefið, ég ætla nú að lesa aftur hérna. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir landskiptin og staðfanginn af nýju spildu. Einhver hér sem vill tjá sig varðandi þetta? Ef svo er ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkti landskiptin og staðfanginn af nýju spildu. Þeir sem samþykkja rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið 19. Það er deiliskipulag Hvolsvöllur miðbær breyting. Er að ræða breytingu á deiliskipulagi miðbæ Hvolsvallar. Heimilt verður að reisa bílakjallara fyrir allt að 30 bíla með aðkomu frá Hlíðarvegi. Byggingarheimildir fyrir Austurveg 8, félagsheimilið Hvolin, eru minnkaðar og lóðastærð minnkuð. Einnig eru gerðar minni háttar breytingar á gangstígum og götuþverunum. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og leggur til við sveitarstjórn að hún verði auglýst í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur jafnframt til að farið verði ítarlega hönnun á Miðbæjartúni sem fyrst, þannig að heildarmynd af svæðinu sé skýr. Elvar, gjörðu svo vel. Góða fundarmenn, aðeins að gera grein fyrir síðasta liðnum, heildarmynd miðbæjarsvæðisins. Þetta upp úr umræðum á fundinum komu fram vangaveltur staðsetningu á listaverkinu Sigurflögur sem inn í þessum afreksflögur sem inn í þessum tillögum og það er ekkert gott það að segja nema bara að við vorum hérna rétt áðan að tala staðsetningar. Þá er gífurlega mikilvægt að þetta sé gert þannig að þetta verði gott og að það verði ekki einhver eftir á vandamál. En spurningin er svo bara ítreka það að verði farið yfir staðsetninguna mjög vel með tilliti til þess hvernig miðbæjarskipulagið verður. Af því að það getur verið spurningin er svo verður, þetta sem við viljum að fólk sjáu kannski aftan á styttuna að mestu leyti þegar það er í garðinum og þarf hún að vera innar eða þarf hún að snúa mögulega eitthvað öðruvísi. Ég held að það verði engin verið með neina sterka skoðun á því, en fólki fannst kannski jafnvel að þegar við erum með nýjan miðbæjarkjarna hérna í byggingu að þá verður sko umferð þar og gangandi umferð og fólk streymir þar og þá kannski er líka spurning hvernig ásýndin á styttuna verður. Þetta er bara til þess að hugsa og skoða. Takk fyrir Elvar. Lilja, varst þú ekki búin að biðja orð? Gjörðu svo vel, Lilja. Fundarmenn. Ég tek undir það með Elvari og bara takk fyrir að koma og fara hans yfir þetta Elvar sem formaður skipulagsnefndar. Þessi staðsetning skiptir verulega máli og eins hvernig styttan snýr. En ég sá þessar tillögur og set mig kannski ekki upp á móti, mér er ekki að segja það, en kannski var umræðan aldrei tekin af sveitarstjórn eða þar til bærum aðilum hvar í miðbænum styttan ætti að vera. Ég veit ekki alveg hvaðan þessi tillaga kemur og þá er ég ekki að segja hún sé afleidd, sko, alls ekki. Heldur, frá hverjum kemur þessi tillaga að þetta sé staðsetningin? Er einhver annar ákveðið þetta fyrir okkur eða hún hefur ekki beinlínis komið til umfjöllunar hjá okkur? Þannig að við þurfum að vanda til, takk. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér? Tökum smá fundarhlé. Hvað
Jæja, þá komum við hér aftur eftir örstutt fundarhlé. Málefni til umfjöllunar mál 19 deiliskipulag Hvolsvöllur miðbær og ég ætla nú að leyfa mér að lesa ekki aftur svo sem innganginn að málinu heldur fara beint í bókunina ef ég fæ ekki athugasemdir fundarmanna við það. Þá það eftirfarandi bókun lögð fram til samþykktar. Sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins og óskar eftir vinnufundum breytingu á deiliskipulagi miðbæjar. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í mál 20. Það deiliskipulag ofanbyggðar vegur, Breytingin felst í því að gert ráð fyrir nýjum jarðstreng Rimakotslínu 2 á uppdrætti og kafla 2,4 veitur bætt við í greinargerð. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Að mati skipulags- og umhverfisnefndar óverulega breyting á deiliskipulagi að ræða. Skipulagsnefnd samþykkir breytingu og leggur til sveitarstjórn að tillaga verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga 123/2010. Nefndin leggur til að fallið verði frá grenndarkynningu þar sem breytingin varðar ekki hagsmuni annarra en framkvæmdaraðila og sveitarfélagsins. Einhver sem vill tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir breytinguna sem óverulega í samræmi við 2. grein 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123/2010 án grenndarkynningar. Þeir sem samþykkja réttu upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í mál númer 21, deiliskipulag Miðkriki, Hesthúsahverfi breyting. Breytingin felst í því að gert ráð fyrir nýjum jarðstreng Rimakotslínu 2 á uppdrætti og kafla 2,4 veitur bætt við í greinargerð. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og leggur til sveitarstjórn að hún verði afgreidd sem óveruleg í samræmi við 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga 123/2010 með grenndarkynningu. Grenndarkynna skal tillöguna fyrir Hestamannafélaginu í Miðkrika. Þá ef það enginn sem vill tjá sig varðandi þetta, þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna í samræmi við 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með grenndarkynningu. Þeir sem samþykkja réttu upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið 22, deiliskipulag Rimakot. Að ræða nýtt deiliskipulag fyrir tengivirki á lóðinni Rimakot L 1639/18 í Austurlandi. Gert ráð fyrir viðbyggingu við núverandi spennustöð og heildarbyggingamagn lóðinnar allt að 600 fermetrar. Hæð bygginga allt að 8 metrar miðað við gólfkóða. Skipulags- og umhverfisnefnd bókar eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði auglýst í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Einhverju hér sem vilja tjá sig? Þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og að hún verði auglýst í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd, það samþykkt samhljóða. Næst það dagskrárliður 23. Það deiliskipulag Múlakot 1. Gerð tillaga breyting á deiliskipulagi í Múlakoti 1. Nánar tiltekið varðandi flugskilin sunnan Fljótshlíðarvegar. Breytingin felst í því að gert ráð fyrir minni
sambyggðum húsum með einhalla þaki allt að 5,5 metrar að hæð í staðinn fyrir stærri einingar með allt að 6,5 metra mælisæð. Hámarks byggingamagn breytist ekki. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi við málið. Tillagan var auglýst frá 14. september síðastliðinn með athugasemdafresti til 27. október síðastliðnum. Í athugasemd Vegagerðarinnar óskar eftir því að veghelgunarsvæði sé sýnt á uppdrætti. Búið er að bregðast við athugasemd Vegagerðarinnar og á uppfærðum uppdrætti. Engar aðrar athugasemdir bárust á auglýsingatíma tillögunnar. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og leggur til sveitarstjórn að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Já, einhverju sem vilja tjá sig hér. Svo ekki, þá förum við í bókun, berum bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirlestrar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem það samþykkja, réttið upp hönd, það er samþykkt, samhljóða. Þá erum við komin í dagskrárlið 24, deiliskipulag, skíðbakki 1. Deiliskipulagið nær til 1,9 hektara landsbyldu úr skíðbakka 1. Heimilt er að byggja allt að 250 fermetra íbúðarhús með hámarksmælisæð 8 metrar, 50 fermetra gestahús með hámarksmælisæð 5 metrar og allt að 300 fermetra skemmu með hámarksmælisæð 8 metrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 25, dagskrárliður 25. Deiliskipulag, ytri skógar, óveruleg breyting. Fjallafé EHF óskar eftir óverulegri deiliskipulagsbreytingu á ytri skógum er varðar lóðina, væntanlega. L163731 sem er undir Hótel Skógafossi. Er að ræða aukningu á heildarbyggingamagni úr 1500 fermetrum í 1550 fermetra. Stækkun á byggingarrétt til þess að rúma fyrirgreinda aukningu byggingamagns. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið að mati skipulags- og umhverfisnefndar sannarlega óverulega breyting á deiliskipulagi að ræða. Skipulagsnefnd samþykkir breytinguna og leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga 123/2010. Nefndin leggur til að fallið verði frá grenndarkynningu þar sem er ræða óveruleg frávik frá núverandi hámarksbyggingamagni útliti. Hagsmunir nágranna munu að engu leyti skerðast varðar landnotkun eða útsýni. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki, þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir breytinguna sem óverulega í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 án grenndarkynningar. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 26, fyrirspurn vegna Hótel Skógafoss, stækkun á mannvirki. Fjallafé EHF óskar eftir heimild til stækkunar á Hótel Skógafossi samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti er að ræða viðbyggingu sem inniheldur stækkun á eldhúsi, nýjum vörumóttöku og sorpgeymslu. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Fyrirhuguð stækkun rúmast ekki innan skilmála deiliskipulags. Skipulags- og umhverfisnefnd bendir framkvæmdaraðila og óskar eftir því að gerð verði breyting á deiliskipulagi.
vegna fyrirhugaðrar stækkunar mannvirkis. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið 27. Það er ósk byggingu íbúðarhúss á Heilag 7, Heilækur. Jón Þorsteinn Gunnarsson óskar eftir heimild til þess að byggja íbúðarhús að Heilag 7, L 23 42 68 samkvæmt meðfylgjandi drögum unnum af Bölta EHF dagsett 18.10.2022. Skipulags- og umhverfisnefnd bókað eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir veitingu byggingarleyfis að undangenginni jákvæðri niðurstöðu grenndarkynningu. Samþykkt er að grenndarkynna fyrir eigendum Teigs 1, Heilækjar 1 og Heilækjar 3. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo er ekki, þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar og samþykkir veitingu byggingarleyfis með fyrirvara jákvæða niðurstöðu úr grenndarkynningu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Já, þá er það lið 28. Gönguleiðin Fimmvörðuháls. Bragi Hannibalsson óskar eftir heimild til þess að stíga auka leið frá Baldvinsskála Fimmvörðuskála og áfram til norðurs þangað til komið væri á aðalgönguleiðina yfir Fimmvörðuháls. Skipulags- og umhverfisnefnd bókað eftirfarandi máli. Skipulags- og umhverfisnefnd þakkar fyrir erindi og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að vinna að málinu. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Þeir sem samþykkja bókunina rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 29. Það er umsókn tækifærisleyfi, uppskeruhátíð Geysis. Sýslumaðurinn Suðurlandi óskar eftir umsókn vegna umsóknar hestamannafélagsins Geysis fyrir tækifærisleyfi þann 9. nóvember 2022 í félagsheimilinu Hvolnum í tilefni af uppskeruhátíð félagsins. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjóra falið að veita umsögn þegar umsóknaraðilar á vegum sveitarfélagsins hafa veitt umsögn sína. Þeir sem samþykkja þetta rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er aðeins að fletta hérna í gegnum bunkan hjá mér. Þá erum við næst komin í lið númer 30 sem er byggðaráð, fundur 220, lögð fram til umræðu og samþykktar fundargerð 220. fundar byggðaráðs. Er eitthvað sem þið vilja ræða inn í fundargerðinni? Ef svo er ekki, þá ber ég hana upp til samþykktar í heild sinni. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Það er samhljóða samþykkt. Þá er það 31, liður 31. Það er skipulags- og umhverfisnefnd, 7. fundur, lögð fram til umræðu og samþykktar fundargerð 7. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Er eitthvað þar inni sem að þið viljið ræða? Ef svo er ekki, þá legg ég hana upp til fram til staðfestingar. Þessi staðfesta fundargerðin er rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og staðfest.
Samhljóða þá það 32. dagskrárliður. Það skipulags- og umhverfisnefnd 8. fundur, lögð fram til umræðu og samþykkt að fundargerð 8. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Eitthvað þarna sem þið viljið ræða inn í þessari fundargerð? Ef svo ekki þá ber ég þessa fundargerð upp til staðfestingar. Þeir sem annars staðfesta réttubönd. Hún staðfest með öllum greiddum atkvæðum samhljóða. Þá erum við komin í 33. dagskrárlið. Það heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefnd, 52. fundur, lögð fram til umræðu og samþykkta fundargerð 52. fundar heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefndar. Eitthvað þarna inni sem þið viljið ræða? Ef svo ekki þá legg ég þessa fundargerð fram til samþykktar. Þeir sem hana samþykkja í heild sinni réttið upp hönd. Hún samþykkt samhljóða, staðfest, já, samhljóða hérna. 34. liður dagskrá þessa fundar fundargerð fjölskyldunefndar. 3. fundur, lögð fram til umræðu og samþykktar fundargerð 3. fundar fjölskyldunefndar. Eitthvað þarna sem þið vilja ræða? Ef svo ekki þá ber ég þessa fundargerð. Lilja, gjör svo vel. Aðrir fundarmenn. Ekki dagskrárliðir sem við þurfum að afgreiða sérstaklega eins og sem sagt áætlanirnar. Þurfum við ekki að taka þær út þá lið og samþykki sérstaklega sveitarstjórn. Bara benda á það. Og annars vegar langar mig, vantar ekki ennþá fundargerð númer 2 frá fjölskyldunefnd. Þetta rétt númer eða bara vekja máls á því? Bara takk. Takk fyrir Lilja. Sigríður Karólína, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, fundarmenn. Í sambandi við samþykktirnar, ertu að meina þá hjá skóla og leikskóla? Já. Áætlanirnar. Já, auðvitað. Taka liðin út. Þurfum að gera það. En í sambandi við annan fund sem sá sem spyr vissi að það var sem sagt einhver villa sem sagt tæknivilla sem var ekki hægt að laga strax og þess vegna ekki búið að skrifa undir ennþá og við erum að bíða eftir því og ætlum að taka sem sagt fyrir fundargerðina á næsta fundi til samþykktar. Þannig að það sé alveg á hreinu. Ég ætla að óska eftir fundarhléi.
Já, þá komum við hér aftur eftir stutt fundarhlé. Ég ætla að óska eftir því að í lið 34, fjölskyldunefnd 3. fundur, að þar tökum við út og afgreiðum sérstaklega lið 35.2 sem leikskólinn Örk, starfsáætlun 2022-2023 og liður 34.5 sem Hvolsskóli, skólanámskrá 2022-2023 og síðan afgreiðum við afganginn eða í rauninni fundargerðinni í heild sinni. Eru fundarmenn samþykkir þessu? Réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða, þannig að þá byrjum við á því tökum hér fyrir lið 35.2, leikskólinn Örk, starfsáætlun 2022-2023, fjölskyldunefnd staðfestir starfsáætlun leikskólans Arkar, skólaárið 2022-2023, samþykkt samhljóða og ég ber þá eftirfarandi bókun upp til sveitarstjórnar. Varðandi þennan lið, sveitarstjórn samþykkir starfsáætlun leikskólans Arkar, skólaárið 2022-2023. Þeir sem að samþykkja það, réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá tökum við sérstaklega fyrir lið 34.5, Hvolsskóli, skólanámskrá 2022-2023. Fjölskyldunefnd staðfestir skólanámskrá Hvolsskóla 2022-2023, samþykkt samhljóða og þá ber ég þennan lið sérstaklega upp til samþykktar. 34.5, sveitarstjórn samþykkir skólanámskrá Hvolsskóla 2022-2023. Þeir sem það samþykkja, réttið upp hönd, það samþykkt samhljóða og þá legg ég að síðust, fyrirgefðu Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, aðrir fundarmenn, takk. Það voru bara tvö atriði sem langar að spyrja út í aðeins í fundargerð fjölskyldunefndar. Og annars vegar það varðandi úttekt á mötuneyti. Hvort að það felist í einhvern kostnað sem við þurfum að samþykkja hér í sveitarstjórn, sú úttekt eða hvort þetta er bara einhver innri vinna, ég bara mig langar að vita það. Og annars vegar það er verið að leggja til að verði skipaður starfshópur 170 daga skóladag. Er þetta þá starfshópur sem sveitarstjórn að skipa með því að verkefni sem við erum þá að samþykkja hér með því að samþykkja þessa fundargerð? Takk. Takk fyrir. Sigríður Karolína, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, fundarmenn. Við lið 34.4, foreldraráð leikskólans Arkar tillaga að gerð verði úttekt á mötuneyti sveitarfélagsins og ef þú lest niðurstöðu fundar þá fjölskyldunefnd felur markaðs- og kynningarfulltrúa að kanna kostnað við úttekt sem þessa fyrir næsta fund nefndarinnar og það var samþykkt samhljóða. Varðandi númer hvað? Já, lengd skólaárs 34.6. Þessi starfshópur bara innan fjölskyldunefndar og 3 aðilar sem bara í þessu vinnuhóp til að safna gögnum kosti og galla 170 daga eða 180 daga skólaársins og þannig að þau koma bara með gögn til okkar inn á fund bara til umræðu. Þannig var þetta hugsað. Þetta er ekki sem sveitarstjórn, heldur bara við í nefndinni ákváðum að gera. Takk.
Fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Rafn, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti. Aðeins bara fyrst að ég byrja að tala þennan vinnuhóp varðandi lengd skólaársins. Og ég sit í þessum hóp og tek því að þetta meiri hluti nefndarinnar vildi gera þetta. Ég er persónulega á móti þessu verklagi. Mér finnst að nefndin eigi bara í heild þetta verkefni sem að henni falið og hún á bara að gera þetta. Mér finnst að þurfi ekki að vera að búa til nefnd út úr nefnd til að fjalla ákveðin verkefni. Og ef það snýst það að fá fólk til að kalla eftir gögnum og annað slíkt, þá í mínum huga það verkefni formanns nefndarinnar. Hann fær meira greitt fyrir fundarsetu en aðrir nefndarmenn. Hann fær líka eingreiðslu á ári fyrir tölvu og símanotkun. Þannig að, eins og ég segi, ég sjálfsögðu fyrst að það var ákveðið að hafa þennan starfshóp þá sitt í honum. Mér finnst þetta röng nálgun. Takk. Takk fyrir þetta, Sigríður Karolína, gjörðu svo vel. Hugsunin á bak við þetta var að það yrði bara, sem sagt, fleiri en einn sem myndi skoða þetta og afla gagna og það var samstaða það og samþykkt. Þannig að hugsunin á bak við þetta var að það væru sem sagt, fleiri en einn sem myndi sem sagt, kasta fram tillögum og safna gögnum og annað slíkt. Meira hef ég ekki að segja. Fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Svo ekki, þá ber ég Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti, aðrir fundarmenn. Ég tek undir með Rafni, mér finnst þetta sérstakt fyrirkomulag. Þetta í annað skipti sem það kemur fyrir sveitarstjórn svona tillaga það að skipa starfshóp upp úr nefnd til að taka saman ákveðin málefni. Nefndin svo sannlega skipuð af sveitarstjórn til þess að fjalla málefnið og þetta snýst auðvitað líka vinnuframlag fólks í nefndum og það þannig að nefndarmenn fá greitt fyrir sína vinnu í nefndum, þeir fá greitt fyrir hvert fund og það rétt hjá Rafni að formaður fær hærri greiðslu en aðrir nefndarmenn af því það fylgir því auðvitað aukið álag að vera formaður í úrvinnslu gagna og boðun funda og fundarstjórn og öðru slíku og svona kannski að vera í forsvari fyrir nefndina. Ef sveitarstjórn skipar starfshóp þá samkvæmt kjörinna fulltrúa greitt fyrir þá vinnu. Hvern fund þar og þá þarf auðvitað að fylgja erindisbréf með slíkri skipun í starfshóp til þess að starfshópurinn viti hverja ná að skila af sér. Með því að skipa svona starfshóp innan nefndar, þá í rauninni verið ætlast til þess að hluti nefndarmanna leggja á sig vinnu og fá ekki greitt fyrir aðra nefndarmenn sem leggja svo fram til sveitarstjórnar. Ég bara leyfi mér að gera aðeins athugasemdir við þetta verklag. Mér finnst það svolítið sérstakt að því að sveitarstjórn hefur falið nefndinni sem slíkri að vinna með málaflokkinn. Þetta bara, mér langar þetta sjónarmið komist á framfæri, bara að því að þegar síðast þetta kom fyrir okkur þá að vera að skipa starfshóp innan heilsu íþrótta og æskulýðsnefndar, sveitarstjórn tók það þá sérstaklega fyrir og sagði fyrir sitt leyti að það samþykkti að nefndin sjálf væri starfshópurinn og fjallaði þar leið bara málið. Þannig erum við aftur komið svona tillögur nema það tilgreind sérstök nöfn og þá bara spyr ég, þetta fólk þá að fá greitt fyrir sitt framlag ef það fundar sérstaklega út af þessu eins og starfshóp væri að ræða á vegum sveitarstjórnar eða ekki. Þetta þarf að liggja ljóst fyrir af því það lá ekki ljóst fyrir þegar hluti manna átti að fara að vinna fyrir heilsu íþrótta og æskulýðsnefnd. Þetta bara, við verðum að hafa þessa hluti á hreinu þegar við erum að taka ákvarðanirnar svo það verði ekki einhver misbrestur þar á. Takk. Já, takk fyrir þetta.
það að sjálfsögðu gott að við höfum hlutin á hreinu og gott að ræða þessi mál. Ég svo sem veit ekki hvert fyrirkomulagið hefur verið hér í gegnum árin, hvort að þetta hefði tíðkast eða ekki, en ég held að það sé bara sjálfsagt að við skoðum það með hvaða hætti er best að skipa niður verkefnum eða gera fólk eða einhverja ábyrga fyrir ákveðnum hlutum. Og sjálfsögðu náttúrulega mikilvægt að allar nefndir og nefndarmenn sýni bara frumkvæði og séu tilbúnir í þá vinnu sem er í nefndunum. Þannig að, eins og ég segi, það væri bara gaman að skoða hvernig þetta hefur verið og þá ef að þetta er ekki að ganga upp þetta fyrirkomulag, þá er sjálfsagt að endurskoða það. Fleiri sem vilja sjá sig varðandi þetta. Ef svo er ekki, þá ætla ég að bera upp til samþykktar þriðju fundargerð fjölskyldunefndar. Þeir sem staðfesta fundargerðina rétt við pönt með staðfest með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 35 á dagskrá þessa sveitarstjórnarfundar og þar stjórn Njálureyfils SES 11. fundur, lögð fram til umræðu og kynningar fundargerð 11. fundar stjórn Njálureyfilsins SES eitthvað þarna inni sem að fundarmenn vilja tjá sig Rafn, gjörðu svo vel. Takk fyrir Róðbjörni. Ég sé að þú hefur verið hlaðinn störfum í þessari nefnd að vera varaformaður gjaldkeri og ritari. Það ekki verið formaður bara líka, einfaldari boðleiður. En ég hef nú ekki alvarlega spurningar nema það að einhvers staðar hægt að nálgast. Þarna þetta lagt fram til kynningar. Og það stendur að sé tekinn fyrir ársreikningur. Ég sé hann hvergi. Get ég einhvers staðar nálgast fundargerðir eða gögn? Og eins kemur fram þarna að stjórnarlaun séu óbreytt frá fyrra ári. Ég hef ekki hugmynd hvað það voru í fyrra. Þannig að þetta stýrir nú kannski svona meira praktískinni. Ekki að ég sé einhver stór áhugamaður í Njálureyfilinn, en bara svona að gögnin fyrst þetta lagt fram til kynningar. Hvort ég get einhvers staðar séð meira. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Rafn, takk fyrir þessa góðu ábendingu. Ég sem varaformaður gjaldkeri og ritari heiti því að þessi gögn verði birt og aðgengileg. Það er alveg sjálfsagt og bara gott að fá þessa ábendingu. Ég biðst bara afsökunar á því að þetta skuli ekki hafa verið gert nú þegar. Þannig að ég skal bara sjá til þess að þetta verði gert. Fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta, þá þetta bara, þetta var lagt fram til kynningar eða ekki, þannig að við höldum í næsta lið. Alltaf svolítið strand í þessum kynningamálum. En þá erum við komin í lið 36. Þar fundur stjórnar Sorpstöðvar Suðurlands 27.10.2011. Lögð fram til umfjöllunar og kynningar fundargerð 314. fundar Sorpstöðvar Suðurlands. Einhver hér sem vill ræða eitthvað þar? Ef svo ekki, að þá höldum við áfram. Og það liður 37. Það breyttir fundartíma sveitarstjórnar og byggðarráðs í nóvember 2022. Veistu hvað það frekar? Á að lesa hana. Þá var að stækka þetta aðeins fyrir mig hérna. Örlítið. Já, þetta fínt svona, ég búinn að fókusa á þetta. Afsakið þetta þeir sem eru að horfa. Tillaga að færa næsta fund byggðarráðs
sem samkvæmt auglýstu fundardagatali ætti að vera fimmtudaginn 17. nóvember, aftur 1 viku til 20. og 4. nóvember er þetta klukkan 8:15. Einnig er tillaga að boðað verði til auka sveitarstjórnarfundar þann sama dag 24. nóvember og hefst fundurinn 9:30. Þetta þurfum við að samþykkja, er það ekki rétt hjá mér? Þeir sem að samþykkja þessa breytingu á fundardagatali réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskráin tæmd og ég þakka fundarmönnum og þeim sem að horfðu á fundinn fyrir samveruna og fleira ekki gert og fundi slitið 14:18.